Þakka fyrir komið sæl, eins og fram með komið að þá ég ösp og starfa sem starfa og talmennst Íslands sem talmennafræðingur. Ég vinn reyndar líka í Hlíðarskóla með heyrnarskertum börnum og sú reynsla hefur þess mér alveg ómetanleg sem mínu faglega starfi. Mér finnst frábært og ég virkilega þakklát fyrir að fengja það tækifæri til þess að koma hérna í dag og fjalla tungumáli aðeins. Það er mitt sérsveit. Svona þegar aðalnúmerið heilt. En ég lofa að það hangir allt á sömu spýtunni. Í dag ætla ég eingöngu að fjalla talað mál, en í starfi mínu á talmennsstöð vinni með mörgu fólki, bæði fólki sem talar táknmál, en það verður að vera fyrirlestur fyrir annan dag. Þegar ég kemur á tungumálni þá ákveð ég að lista upp rólega hvaða hvernig þætti liggja undir að heyrnarskertum börnum. Og við þurfum sérstaklega að huga þessu þegar kemur að því hvernig við mætum þeim inn á skólakerfisins og líka í meðöndum, sem að það talað á öðrum stöðum. En ég lofaði eins og kollegum mínum að ég myndi ekki fjalla hljóðum, morfem eða tilfærslu setningarliða. Ég ætla að standa við það. Ég hafði það reynda samt ekki alveg í mér að fjarlægja þessi glæri í heild sinni vegna þess að það fyrir áhugsama þá þú kannski ekki að nálgast þetta seinna. En þetta bara fjölmargir ferðinþættir. Málröskun eða synkun í máli heyrnarskertra barna hefur áhrif á orðaforða, oft andhverf orð, sem við kallum oftast abstrakt orð, sem það við hluti sem við getum mjög ekki snert eða komið við, þetta orðum tilfinningar og annað slíkt. Orð með fjölþætta merkingu, svo sem eins og mál, kaffimál, það getur verið tungumál, það getur verið mál eða stærð eða eitthvað annað því líkt. Og svo heldur þetta bil bara áfram að breikka og það bara einfalt lögmál sem gildir. Þeir ríku verða ríkari og hinir fátæku fátækari. Setningar verða oft styttri en heyrnarskert börn og þau fara oft á mis með mikilvægar upplýsingar sem við skeytum í lokin í einhver ríkulega beygingamáli. Þetta kallast öðru orði hljóðan eða morfem og ég braut þess að regla sig hljóðtalmál. Mér finnst þetta bara svo áhugavert. Tal getur einnig verið fyrir áhrifum en það er svona textælega að kalla það frambarvandi. Það hefur með skynjun og úrvinnslu hljóða að gera en eins og ég sagði ykkur og lofaði, þetta hangir allt á sömu spýtunni. Þá komum við af öðrum þætti sem er með hugleikinn og mikið áhugasvið. Málnotkunarfærni er færni þáttur sem fellur undir málþroska. Þarna glíma mörg heyrnarskert börn við vanda þar sem að þau fara á mis við umhverfi sitt eða þá að umhverfið er hreinlega ekki lagað þeirra þörfum. Málnotkunarfærni vísar í þá færni að laga sig að óskrifuðum reglum samfélagsins, að fylgja samskiptareglum, svo sem að skiptast á í samræðum, viðhalda samræðum, lesa með línana, skilja brandara og svo má lengi telja. Þetta eru flóknar reglur og mér vitanlega þá enginn gefið út handbók allar þessar óskrifuðu reglur. Það allt í kringum okkur og reglurnar verða bara fleiri og þær verða flóknari. Á ákveðnum tímapunkti, eins og komið hefur verið inn á hérna áður, þá lærum við inn á þetta að hlæja með, hægt að fylgjast með, það er hægt að fela þennan veikleika og mörg hver verða bara núna vissa eftir því sem þau öllast. Afleiðingarnar af því að fara á mis við umhverfi sitt eru grafalvarlega. Þetta ýtir undir einangrun og vanlíðan. Við hér inni getum flest sett okkur í þau spor að stunda hugarlestur allan liðlangan daginn.
Við erum sífellt að túlka í orð og gjörðir annarra, alltaf. Og eins og Rebekka skoraði á okkur að gera áðan, það langar mig að biðja ykkur að ímynda ykkur að fara á mis við heyrnina og þessar mikilvægu upplýsingar sem við styðjumst við allan daginn. Hljóðvist og skólaumhverfi, nú ekki að fara að slá Ólafi við þar, það var bara virkilega gott erindi og mjög fróðlegt. En við ætlum mér langaði aðeins að fjalla það í samhengi við það sem ég geri. En við fjárfestum alveg gríðarlega í menntun barna á Íslandi og þeirra velferð. En áður en þau hefja þetta 10 ára ferli af stanslausum stöðuprófum, mælingum og öðrum skimunum án þess að heyrn þeirra sé könnuð. Er þetta ekki glórulaust? Þegar svo gengur ekki nægilega vel í skólanum í þessu krefjandi námsumhverfi, þá oft litið til annarra þátta heldur en heyrnar og málþroska. Tungumálið lykillinn að skólamáli en forsenda talaðs máls heyrn. Af hverju erum við ekki að kanna heyrnara áður en við byrja? Til þess að segja ykkur þetta enn frekar, þá langaði mig að setja það sem kollega mínir hér á undan hafa lagt meira áherslu á, bæta hljóðvist í samhengi við tungumáli og heyrn. Bætt hljóðvist hefur jákvæð áhrif á námsumhverfi allra barna og starfsfólks. Því við höfum kannski bara eins og Kristur benda á einn áðan, þá höfum mögulega kannski ekkert efni á því að bæta ekki námsumhverfi þeirra og að kanna ekki líffræðilega forsendur til tíðmyndunar á töluðu máli á svo mikilvægu mótuna árum. Líkt og Ólafur bendir á hérna áðan og þá hefur slæm hljóðvist neikvæð áhrif á námsárangur og framgang allra barna innan skólans, þau sem eru með taugaþroskaraskanir, fötlun eða önnur þekkt vandamál, eiga sérstaklega erfitt með að vinna í slæmri hljóðvist og tölurnar voru sláandi. Að lokum að þá, þetta nú heila uppáhaldsklæðar mín að því ég svo bara hrifin á þessu þema, mér finnst þetta frábært þema, viðhorf til heyrnar, enda það yfirskrift þema sjálf. Mér finnst þetta svo góði punktur til þess að staldra við, að ég held þetta byrja mitt þar. Mér sérstaklega minnistætt þegar ég að ræða við fjölskyldum minn, ég að fjasa, ég að predika, ég að tala það heyrn mikilvæg. Það bara viðurkenna það. En þessi fjölskyldumeðlum sem við treystum nú ekki til í nefna, við erum að tala heyrnarskerðingu og þessi ósýnilegu áhrif sem hún hefur að daglegt líf. Þegar þessi sami fjölskyldumeðlum segir mögulega myndi ég hugsa hans öðruvísi heyrn ef hún tengdist með hann kannski aðeins meira. Þetta vissulega rökvilla, þar sem að þetta kemur reyndar frá einn af mínum sterkustu fyrirmyndum í lífinu, en þessi aðeila 2 börn með heyrnarskerðingu, foreldri með mjög alvarlega heyrnarskerðingu, og vitið, 2 eyru. Það ótrúlegt. Hvað þetta ráða? Þannig að, svo ég fann nú að ljúka þessu. Ég lagt til að við eflum umræðum heyrn sem heilsu. Liður í því að vera meðvitað að hún geti breyst, líkt hlúðaðinni, við fylgjumst með henni, en án skólaskimunar gruna mig að það verði haldið áfram að líta, við höldum áfram að líta á hana sem einhvers konar svona ósýnilegt box sem hægt að tikka í eftir að nýburaskimun sé lokið, þar sem við þurfum ekki að hugsa heyrnina meir, ævilangt. Ég ætla ekki að draga úr eða falla frá ósk minni kerfislega breytingar, svo sem skólaskimun heyrnar, en hvað getum við gert á morgun? Hvað getum við gert í dag? Við getum hugað þessum frábæru lausnum sem fjallað hefur hér fyrir í morgun til þess að bæta hljóðvist í kringum okkur, en við getum líka gert orðin, heyrn og hljóðvist að virkum orðafala. Takk fyrir mig.